Góðan daginn, kæru vinir, og gaman að sjá okkur. Mína gömlu vinnufélaga. Þó við ekki höfum nú sést í allmörg ár flestir á okkur, og þá munum við nú kannski eftir hvorum öðrum og væri gaman að hitta ykkur aftur. En eins og við margir munum að þá kom skuttogarinn í júní til Hafnarfjarðar á sjómannadaginn í júní 1973. Ég var reyndar ekki einn af þeim sem var í móttökunefndinni á bryggjunni vegna þess að á þessum tíma ég háseti á togarinn Röðli frá Hafnarfirði og vildi svo til að við vorum akkurat í siglingu niður til Belgíu eða Óstend í Belgíu með afla og við seldum hann þar. Einhverjar þreifingar voru hjá útgerðinni að hætta við að sigla vegna þess að það voru svo heitt að það var ekki búist við neitt sérstaklega háum verðum, en það var nú samt ákveðið að selja aflann þar, og ég man nú ekki alveg hvernig verðum hann seldist, en ég held að það nú verið frekar lélegt, allt í lagi með það. En þegar við komum heim, þá blasir þetta mikla skip við í Hafnarfjarðarhöfn, alveg í Krikanum, þar sem að Maj gamli lá alltaf hérna í eina tíð, og fannst okkur nokkuð til þetta skip þarna við bryggjuna og eitthvað verið að svona dytta að honum til þess að klára kannski allt til þess að hann gæti farið til veiðar. Haustið 73 þá kom ég sem háseti borði í þetta nýja skip, júní, og ég man eftir því að maður var alveg svo glópur borð þegar maður kom fyrst og átti að fara að gera trollið og kasta því, og maður hafði aldrei séð þessi vinnubrögð áður, og þetta var svo gjörsamlega ólíkt því sem maður hafði að venjast borð í síðutogarunum, að maður þurfti í raun og veru að læra þau handtök öll upp á nýtt, og það var allt í lagi, en þetta var nú svo sem ekki flókið, þetta tók nú ekki langan tíma, og eftir einhverju 2, 3, 4, 5 köst þá var maður nú komin svona þokkalega vel inn í þetta. Ég man alltaf hvað þetta var miklu einfaldar allt. Þetta var allt miklu léttar og svona einfaldar, og þetta gekk alveg snurðulaust fyrir sig svona ef allt verið í lagi, og þetta var svona stóra breytingin á skuttogara og síðutogara, því að það var miklu flóknara mál að koma trolli borð í síðutogara heldur en nokkuð tíma gat verið borð í skuttogara. Og eftir öðru man ég man eftir því hvað ég var feginn að vera loks laus við þessar trollvaktir sem að fylgdu síðutogarunum, og því að mér fannst þær alveg skelfilega leiðilegar, en er samt þakkláttur fyrir það að hafa fengið að vera með í því máli eins og öllu öðru borð í þeim togurum. Ég var mjög feginn því að þurfi ekki lengur að standa trollvakt. Það var svona einn af stóru kostunum fyrir mig að losna við þær. En svo sem sagt byrjar þetta dæmi allt saman, og við erum að fiska, og man eftir því að í þessum fyrsta túr mínum í september, líklega september, þá fáum við mikið hol, alltaf ekki verið 14-15 tonn af ussahol, stór ussahol, og þetta rann bara inn á dekkið, þessi mikli sekkur, í einni færslu, og aftur sá maður gríðarlegan kostinn og afkasta getuna sem þessi skip hafa. Og þessi túr endaði út í Kúsaven, hafa siglt með þennan afla, og var í fyrsta skipti sem ég sigldi með skuttogara. Ég man ekki verðin, en þau hafa sjálfsagt verið góð, því að þetta var góðu fiskur og hentaði vel fyrir Þýskalands markað, því að þeir voru sólgnir í ussa, og eftir því sem hann var stærri borguðu þeir betra fyrra, og þetta var mikið af þessu var stórussi. En við komum sem sagt til Hafnar og allt í lagi með það, og ég þarna eitthvað borð í einhverja mánuði og kem svona af og til borð í júní eftir það.
var kannski nokkra túra, var nú aldrei lengi á þessum skipum á þessum tíma. Svo var maður að koma og fara og þannig ég var svona í gegnum árin að koma borð í júní alltaf annað slagið. Það var ekki fyrr heldur en að ég sagði skili við togarana sem var 1982 sem að það allt saman bara datt niður, auðvitað að sjálfsögðu. En þetta auðvitað allt saman kaflar úr lífi mann sem að maður hér að draga fram og ég var nú svo heppinn að vera með kvikmyndavél á þessum tíma sem að var að nota reyndar allt og lítið segi í dag en þó alltaf einhvað og á til þessar heimildir segi í dag sem að ekki eru á hvers manns borði en kannski örfáir eiga en sjálfur man ég getur mikið af svona efni frá svona venjulegum áhafna meðlimum borði í því skipi sem hann var á. Á þessum árum meina ég, þetta orðið allt annað í dag en þó maður ekkert að sjá neitt sérstaklega mikið af þessu efni borði í þessum skuttogurum en menn eru náttúrulega með síma og það er alltaf verið að taka upp á þá, alltaf ekki neitt en annað þessum árum þá voru ekki margir sem voru að státuð af svona kvikmyndavélum. Sumir voru auðvitað með ljósmyndavélar og allt saman það en fáir sem voru að taka hreyfimyndir. En ég var einn af þeim sem gerði það og eins og ég segi í dag að maður tók allt og lítið en maður tók þó svona spretti hér og þar og á þetta efni enn til og svo Guði fyrir að þakka. Og ég líti á þetta í dag sem bara heimild og þetta hefur bara sitt heimildargildi því að það nú bara einu sinni þannig að þessi tímar sem maður var að taka myndir af þeir eru allir horfnir í raun og veru. Þegar við erum að fara okkar fyrsta túra, ég með júní fyrsta túra, þá ekkert kvótakerfi. Við bara fóru þangað sem að fiskurinn var, sem töldu fiski mér og þar veittu þeir. Honum var landað heima eða honum var landað í Þýskalandi eða Englandi. Það var ekkert spurt neitt um það bara útgerðin bara valdi og ákvað þetta og það nú þannig ennþá, en samt öllu stýrt úr landi. Þú mátt bara veiða ákveðið og svo það þitt að fara bara vel með aflann þannig að þú fáir sem allra mest út úr honum og það auðvitað bara jákvætt viðhorf og allt saman það. En þetta breytingin í sjávarútveginu frá því bara 1973 þegar við vorum að sigla, þegar ég var að sigla með Júní í fyrsta skiptið út úr Hafnarfjarðarhöfn. En það gerðist nú reyndar oft. Ég fór nú marga túra með honum svona áður en yfir lauk og sigldi oft með honum og við gerðum oft alveg prýðist túra og fengum ágætis verð. En við skulum skoða þetta myndefni sem þú sjálfsagt búin að sjá en við erum búin að lagfæra aðeins og bæta inn texta og gera þetta svona fróðulegra allavega. Kíkjum á þetta og Konráð Rúnar Friðriksson þakka fyrir sig og býður þér að horfa áfram.